farin í gang. Ég gefa þessu 2-3 mínútur. Þannig að fólk að búast inn. Ég vil samt ekki bara byrja, Palli. Þú var bara í byrjun. Jú, ég er bara til. Vilt að ég byrji, Vífill? Já, ég held að það sé bara til lagi. Já, ágætu fundamenn. Ég býð ykkur velkomin á þennan fund þessa rannsókn sem að Rannsóknarsetur Háskólans á Bifröst í byggð- og sveitarstjórnarmálum hefur unnið fyrir SSVAF óstaðbundin störf. Og kannski bara örstutt að segja ykkur frá tilurð þessa verkefnis. Þetta í raun og veru þannig að SSVAF samþykkti að setja upp áhersluverkefni undir sóknaráætlun Vesturlands sem heitir Fjölgun opinberra starfa á Vesturlandi. Og það var ákveðið að þetta verkefni yrði tvíþætt og í raun samið við Rannsóknarsetur báða verkþætti. Fyrri verkþátturinn þessi könnun sem að Vífill og Greta eru að fara að kynna fyrir okkur núna og eftir óstaðbundin störf og þau tækifæri sem að þar liggja. Og seinni hlutin svo kortlagning á opinberum störfum á Vesturlandi en við erum ásamt Suðurlandi sá landshluti þar sem hlutfallslega eru hvað fæst opinber störf. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og bara nota tækifæri og þakka Vífli og Gretu fyrir frábæra vinnu. Það sem ég hef skoðað er mjög áhugavert, þannig að ég hlakka bara til að heyra það sem að þið ætlaði að segja okkur frá hér og eftir og sendi bara boltan aftur yfir til ykkar, Vífill og Greta. Gjörðu þið svo vel. Já, takk. Takk. Já, kannski aðeins svo smá klúður í skipulagningunni. Ég þarf að greinilega samþykkja allir fundinn. En ég samt að byrja kynninguna. Ég skal samþykkja Já, inn. ok. Já, ég get gert það. Já. Já, ég geti gert það held ég. Ok. Þá hef ég lesturinn bara. Ok, já. Það er þá væntanlega þessi. Já, góðan daginn öll. Takk fyrir að mæta á fundinn. Við sem sagt megin tilgangurinn með þessari stúdíu var aðalega kannski tvennt. Það sem vakti fyrir okkur var að kanna þá í rauninni, spyrja í rauninni almenna launamenn hver hugur þeirra eða hvað þeir teldu að störf þeirra væri hægt að vinna mikið óstaðbundið og síðan í rauninni hvar þeir myndu vilja búa ef þeir gætu unnið eins mikið óstaðbundið og þeir teldu kost fyrir sig á sínu starfi. Þannig að rannsóknarspurningarnar eru þá í samræmi við það hversu margir starfandi vinna störf sín óstaðbundin að mati þeirra sjálfra og svo hversu margir á vinnumarkaði gætu unnið meira óstaðbundið að mati þeirra sjálfra og síðan hvar myndi fólk vilja búa ef það gæti unnið eins mikið og það vildi óstaðbundið. Við þekkjum auðvitað aðdragandann, það er auðvitað COVID-tíminn sem í rauninni kynnir okkur rækilega fyrir þessum möguleika og síðan þá vaknar þessi hugmynd víða út á landi. Er þetta kannski eitthvað sem er tækifæri fyrir okkur en auðvitað vorum við líka farin að fá einhvern smá tilfinningu fyrir því að þetta gæti alveg eins verið þetta gæti leitt til þess að fólk flytti bara ennþá meira á höfuðborgarsvæðið. Það voru svona ýmsar sögur það og dæmi það að það hefði líka gerst. Þannig við vildum nú bara skoða þetta. Sjá. Stendur í. Hvað er það?
Það stendur hún á sér hérna, má sjá. Nú ég að lendi í hérna. Sam og kom fyrir og fundi hérna daginn hjá okkur, hérna. Já, ok, nú ég komin. Í samband við sjálfan skjáinn, glærurnar sem þið sjáið. Þið sjáið væntanlega þær hreyfast núna. Nýlundan var þá kannski þessi að hér almenningur spurður en ekki eingöngu yfirmenn eins og hafði verið algengt í fyrri rannsóknum þetta efni. Við tókum líka einkageirann með, þannig við getum borið saman einkageirann og opinbera geirann eða ríki og aðra vinnuveitendur í þessari rannsókn og síðan var samanburður á milli landsbyggða og höfuðborgarsvæðisins. Hann var nauðsynlegur til þess að átta sig á því hvort þetta myndi styðja við íbúaþróun út á landi eða höfuðborgarsvæðinu. Og já, þetta lá svona hjá okkur. Nú, niðurstöðurnar eru þá þessar helstar að fjöldi 55% landsmanna var að vinna 1–100% af sínum störfum óstaðbundið. Og það sem við vorum með þetta á svona víðum skala, þá þurftum við að leiðrétta fyrir þá hversu stórt hlutfall þetta var. En þetta voru 55% eru 120.000 einstaklingar en það jafngilti 47.000 stöðugildum sem þá rúmlega 20% af öllum stöðugildum í landinu. 36,7% starfandi myndi hins vegar vilja vinna meira óstaðbundið að mati þeirra sjálfra. En 5,9% vildi vinna minna en þeir gerðu. Það gerði þá nettó 30,8% eða 68.000 tæp starfandi, umreiknað í heil stöðugildi þá tæplega 24.000 sem þá 50% aukning frá því sem var. Þá úr cirka, já, það yrði það 1/4 í staðinn fyrir 1/5 af heildinni. Þannig að, en óska búsetan, almennt var það þannig að flestir myndu vilja búa þar sem þeir búa nú þegar eða 81,3%. 18,7% myndi vilja skipta búsetu eða þau gátu unnið eins mikið og þeir vildu. Og það skiptist á milli höfuðborgar og landsbyggðar, höfuðborgin 19,5% en 17,6% á landsbyggðunum. Hins vegar var ólíku saman að jafna. Af þeim sem vildu flytja af landsbyggðinni myndi 82% þeirra vilja flytja á staði á landsbyggðinni en einungis 15,3% á höfuðborgarsvæðinu. Af þeir sem vildu flytja af höfuðborgarsvæðinu, það að segja þessi 18,7%, nei 19,5%, að þar vildi 76,6% flytja á staði á landsbyggðunum en einungis 22,5% annar staðar á höfuðborgarsvæðinu og 0,9% erlendis. Og það þessar tvær tölur sem gera það að verkum að þetta mun styðja þá frekar við íbúafjölgun á landsbyggðunum. Þannig að þegar það var reiknað að teknu tillit til ofangreindra hlutfalla og íbúafjölda á aldri 0–67 ára, þá myndi íbúum á landsbyggðunum fjölgum tæp 29.000 eða 20% fjölgun en fækka 29,4 á 29.000 rúmlega á höfuðborgarsvæðinu eða 12% fækkun. Skoðum og spurðum líka ýmislegt annað í þessari könnun og í rauninni erum við bara að fjalla brot af því sem við spurðum en það sem við teljum samt vera svona fókusin í rannsókninni. Og það var til dæmis hverjar varu helstu hindranirnar fyrir því að vinna óstaðbundið og fyrir utan þessi svör eins og það að eðli starfsins býði ekki upp á það og það væri engin hindrun sem eru þarna að best ég pointer, laser pointer sem sjá
Þetta eru stærstu súlurnar, það er eðli starfsins og það að það sé engin hindrun og þá var það sem sagt einhver hluti hafði ekki áhuga á því en svo voru það sem sagt já, það var afstaða yfirmanna var 2,6%, engin hindrun var, já, nei, það er komið, já. Síðan var vilmeiri félagslega tengingar við vinnufélaga og svo voru ýmsar aðrar ástæður 5%. Þetta voru svona stærstu. Vantar vinnuaðstöðu heima 1,7%. Nú ef við skoðum þessi svör sko á milli karla og kvenna þá sjáum við að afstaða yfirmanna var svolítið sláandi munur hjá það sem að fleiri konur kvörtuðu undan því sem hindrun. Síðan sem sagt vantaði vinnuaðstöðu heima, þar var líka töluverður munur á milli kynjanna. En hins vegar kvörtuðu kallar frekar undir ófullnægjandi meðtryggingum. Þannig að þetta var svona áhugavert að sjá þennan mun og þetta er eitthvað sem við eigum eftir að rýna mögulega betur. Við spurðum líka aðal svæðisbundin starfsstöð þíns vinnustaðar í sama sveitarfélagi og þú býrð eða innan klukkustunda akstursfæris og það voru 10% sem að svöruðu því neitandi, þannig að það er ekki svo stórt. 19% á ekki við. Síðan þeir sem svöruðu nei fengu þá þessa spurningu hvernig er þá þitt vinnufyrirkomulag og það er vinn á eigin heimili var þá 23% af því. Við spurðum er hægt að leigja skrifstofur í vinnurými í þínu samfélagi. Þar komu svolítið áhugaverðar niðurstöður, það var óvenjustór hópur sem hafði í rauninni ekki kynnt sér það sko og flestir voru á höfuðborgarsvæðinu voru þar sko, 56%. Og við semst flokkuðum svörin við þessari spurningu niður í stærð, eða sem eftir stærð þéttbýlisstaðanna og já, en síðan var sem sagt flestir á stærri þéttbýlisstöðum segja hægt að leigja með öðrum en hins vegar flestir á minni þéttbýlisstöðum segja að hægt sé að leigja staka skrifstofur. Það er hérna erum við með 35% já, hægt að leigja með skrifstofu, vinnurými, samvinnurými með öðrum. Staka skrifstofur eru þá 17% á minni þéttbýlisstöðum er hæsta súlan hér. En síðan var 12-17% svöruðu þá að væri alls ekki hægt. Við spurðum síðan í kjölfarið á þessu hvað þeir myndu nýta í svona samvinnurými helst ef þeir myndu kjósa að fara þangað inn og þá sáu við að flestir voru þá að nýta sér skrifborð í opnu rými með skjá og lyklaborð og svo aðgang að kaffistofu. Það var mun minna það sem menn óskuðu eftir lokaðri skrifstofu og fundarherbergi og þess háttar hlutum. Við drógum Vesturland sérstaklega út af þessari könnun þar sem að SSV fjármagnaði þessa rannsókn og við gerðum sérstakt átak til að ná Vestlendingum inn í þessa könnun og þá fengum við þessa niðurstöðu fyrir Vesturland að það væri 57% Vestlendinga að vinna 1-100% af sínum störfum sem var þá rúmlega 24% af öllum stöðugildum á móti 20% á landsvísu, þannig það er heldur meira verið að vinna á Vesturlandi óstaðbundið nú þegar og síðan var fjölgunin hins vegar, hún var svona lítið eitt lægri, hún var 47% á móti 50% á landsvísu. Þannig að já, það gerir sem sagt það bil 1102 stöðugildi á Vesturlandi sem aukningin gæti orðið. Og varðandi óska búsetu
á Vesturlandi, flestir myndu vilja búa þar sem þeir búa núna, en það gæti unnið störf sín óstaðbundið eins mikið og það vildi, eða 81,3%. 17 Vestlendingar myndi vilja skipta búsetu ef þeir fengju að vinna eins mikið óstaðbundið og kostur er. Það sama hlutfall og annars staðar á landsbyggðunum, en 20% eða tæplega 20% á höfuðborgarsvæðinu. Af þeim sem vildu skipta búsetu á Vesturlandi vildi 56% þeirra flytja á aðra staði á Vesturlandi, en einungis 16,3% á höfuðborgarsvæði. 28% myndu vilja flytja á aðra staði á landsbyggðunum, en engir erlendis. Af þeim sem vildu flytja af höfuðborgarsvæðinu vildi 22,9% flytja á Vesturland, en af þeim sem vildu flytja af landsbyggðinni utan Vesturlands vildi 7,9% flytja á Vesturland. Þegar þetta var umreiknað með íbúafjölda og fjölda á vinnumarkaði og síðan í heilum stöðugildum og allt það sem var nú svona kúnstugt, þá gátum við séð alltaf 58% fjölgun á Vesturlandi ef þetta myndi raungerast eins og fullist í könnunum. Auðvitað erum við að horfa á þessa tölu sem einhver svona efri mörk, því að þegar menn svara svona könnuna þá menn kannski mun meira viljugri heldur en þegar á reynir. Það auðvitað flókið, sérstaklega fólk með fjölskyldur, að rífa sig upp og þess að það þarf að spyrja makann, það þarf að ræða við börnin og allt þetta, þannig að þetta svona auðvitað hátala, en þetta allavega Vesturlandi í hag, hvað vilja snertir. Við getum allavega dregið þá ályktun og jafnvel stórtala og eitthvað í átt við þessa. Þegar spurt var helstu hindranir fyrir því að vinna óstöðbundið, þá var svona heldur meira á Vesturlandi að menn báru fyrir sig eðli starfsins, félagslegu tengslin, þessar 2 súlur hér, og síðan engin hindrun var hins vegar 9% hærri. Þessi súla, eða þessi kaka hérna, hversu mikið menn væru að sækja mjög langt í vinnu. Þessi 10% sem voru að sækja út fyrir sveitarfélagið sitt eða í meira en klukkutíma akstursfjarlægð frá heimilinu, hún var 12% fyrir Vesturlandi, 10% fyrir landið allt. Og síðan vinnufyrirkomulagið, að þá sjáum við hérna keyri meira en 1 klukkustund aðra leið til vinnu. Það töluvert stærri kaka þessi gula hér, 26% á móti 13% á Vesturlandi, voru sem við aðra landshluta. Sjáum einnig vinn frá eigin heimili miklu stærri kaka og á ekki við, og þess áttar hún miklu minni heldur en 46%, 28% á Vesturlandi. Þannig að þarna eru greinilega menn meira á því minna á því að það eigi ekki við. Já, þannig að þetta svona skemmtilegt að bera saman, og síðan þegar það kemur að svona opnum vinnurýmum, skrifstofuhótelum og þess áttar, þá má segja að við sjáum að á Vesturlandi í samanborið við allt landið, að þá voru miklu færri á Vesturlandi sem sögðu nei, eða þess að það voru eingöngu 7% sem sögðu að væri ekki hægt að leigja vinnurými á Vesturlandi á móti 13% á landinu öllu. Vinnurými með öðrum kemur vel út fyrir Vesturland, það eru fleiri Vestlendingar, eða 43% sem telja sig hægt að leigja skrifstofu vinnurými eða samvinnurými með öðrum á móti 30% á landsvísu. Og miklu færri á Vesturlandi eru óupplýstir stöðuna, eða 30, hef ekki kynnt mér það, þá 34% á móti 44% á landsvísu. Já, og sjá, hvaða aðstöðu myndir þú nýta þér í samvinnurými? Vesturland borið saman við aðra þátttakendur, og við sjáum að Vestlendingar eru jafnvel ennþá meira til í að nýta sér skrifborð í opnu rými með skjá og lyklaborði heldur en þátttakendur almennt annars staðar. Það svona helsti munurinn á milli landshlutana. Við flokkuðum
já, nú ég nærri búinn með það sem ég ætlaði mér í tíma eða 20 mínútur. Ég hef kannski snuðað af ykkur 5 mínútur í viðbót og við skoðum svona hvar menn vildu helst setja sig niður á Vesturlandi, allt eftir landshlutum, og við sjáum að Borgarbyggð, ef við notum sveitafélagsmörkin, hefur vinningin hérna af þessum, það er 40% af þessum 79 sem að myndi vilja setja stað þá í Borgarbyggð. 8,5% er næsta hlutfall og það er Hvalfjarðarsveit. Við sáum í öðrum tölum að dreifbýlið hefur hérna sterkari, menn vilja frekar fara í dreifbýli heldur en á þéttbýlisstaði af þeim sem myndu flytja af annars staðar á Vesturland. Já, Borgarbyggð hérna, Snæfellsnes og Akranessvæðið eru með 13 til 18%. Þetta hefur nú eitthvað hefur nú skolast til hérna hjá mér í textanum hérna fyrir ofan. Ég þarf eitthvað að skoða þetta. Ég biðst forláts á þessu. Nú af þéttbýlisstöðum þá voru það nú helst Akranes, Borgarnes og Stykkishólmur sem voru með sterkasta aðdráttaraflið frá íbúum annars staðar frá og myndu vilja skipta búsetu ef þau getu unnið meira óstaðbundið. Hérna sjáum við í þessari töflu að dreifbýlið er ofan á fremur en þéttbýlið og síðan þegar við reyndum að skoða Vesturland, sem sagt hvert þeir myndu vilja flytja, að þá sjáum við að fæstir í sveitarfélaginu Stykkishólmi segjast vilja búa áfram þar, flestir í Grundarfjarðarbæ, það er í rauninni þessi lína hér sem ég að skoða þá. En við verðum að taka nótis af því að þetta eru full fáir þáttakendur, þannig að sveiflu, það er mikil óvissa í þessum tölum. Ég myndi nú ekki taka þessar mjög bókstaflega og ekki þessa töflu heldur. En að lokum, hverjir geta sótt mest fram í þessum samanburðum milli höfuðborgar og landsbyggðar og síðan aftur ríkisstörf og önnur störf, þá sjáum við það að á höfuðborgarsvæðinu er meiri munur milli óstaðbundinna starfa, núverandi óstaðbundinna starfa og mögulegra óstaðbundinna starfa en á landsbyggðinni og sama varðandi ríkisstörfin sem þýðir það að því leyti getum við þá sagt að höfuðborgarsvæðið og ríkið hafa dregið lappirnar gagnvart þessum möguleikum frekar en landsbyggðin og einkageirin eða einkageirin og sveitarfélögin reyndar undir það líka. Hvernig getur þetta nýst stjórnvöldum? Ef markmið stjórnvalda er að stuðla að dreifðari búsetu land allt, yrðu áhrifin af óstaðbundnu störfum mest til skemmri tíma litið ef gerðir yrðu samninga við núverandi starfsmenn sína að rýmka hluta óstaðbundis núverandi starfs í samræmi við óskir starfsmanns fremur en að auglýsa ný störf óstaðbundin. Langflestir vilja starfa óstaðbundið að hluta en sem sagt ekki sem sagt það eru langfæstir sem myndu vilja starfa 100% að öllu leyti. Það er bara innan við 10%. Íbúum mun fækka á höfuðborgarsvæðinu við þetta en fjölga á landsbyggðunum eins og fram kom áðan. Það er að segja það eru þá fækkun 12% á höfuðborgarsvæðinu en fjölgun 20% á landsbyggðunum. En það er í rauninni sóknarfæri fyrir báða þessa landshluta. Það er minni umferð og minni svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu, betri nýting á tíma höfuðborgarbúa, byggð eflist á landsbyggðinni og vinnumarkaður á landsbyggðinni verður fjölbreyttari og störfum fyrir faglærða og háskólagengna mun fjölga þar. Fleiri stoðum er því rennt undir hagkerfið þar og því meiri stöðugleika að finna þar. Þannig að, já, 1 mínútu rannsóknar, þetta var skoðanakönnun gerð í mars-apríl 2025, handahófskennt úrtak úr þjóðskrá, 26 var það ekki, já. Þetta er sennilega einstaklega. 25? Já, ok. Já, það er 26 núna, sko. Já, ok, sorry. Já, handahófskennt úrtak úr þjóðskrá, eins og, já, til þess að tryggja svona
að svörin endurspegli sem best heildina. Gert saman við símaskrá 15.000 SMS voru send fólki og boðin þáttaka, ein áminning og við fengum 2.347 svör, 38% af höfuðborgarsvæðinu, 62% af landsbyggðunum og 8% af Vesturlandi. Það voru sirka 372 í það heila af Vesturlandi, virksvör. Þetta voru reyndar sko 15 og 15.000. Það voru 15.000 á landsbyggðunum Já. og 15.000 á höfuðborgarsvæðinu. Já, sem við sendum út. 30.000, já. Já. Það voru tvisvar 15.000. Já. 15.000, já, það rétt, hérna villa. Heyrðu, þá hef ég lokið mál mínu og ég opna þá frekar fyrir spurningar. Ég ætla að Ég slökkva. sé að María er með hendina upprétta. Já, María, gjörðu svo vel. Ekki nema að sé Já, hann gert það óvart, já. Nei, Margrét, fyrirgefðu. Já, Margrét, já. Fast standa María. já, Afsakið. Hæ, ég var bara að spá í töflurnar sem þú varst með frá Vesturlandi varðandi búsetuna. já. Var enginn sem nefndi Grundarfjarðarbæ eða bara datta út úr töflunni eða? Nei, það var enginn sem nefndi hann, sko. Þeir sem Það voru ekki- þarna öll sveitarfélögin nema Grundarfjarðarbæ í þarna 2 eða 3 töflum. Já, hann kom bara ekki fyrir, sko. Þetta En ég- voru þetta rosalega fásvör, eftir þá ekki Já. meira með óskabúsettuna. Jú. Þetta hefði getað verið meira, sko. Þetta var svolítið lítið. Það þýðir það ekki að einhver sé ekki potensiál að hugsa Grundarfjörð. Það bara í þessum svarabunka það er alltaf erfitt að ná fólki inn í svona opnar. Þetta var opin spurning, sko. Að nefna nákvæmlega hvaða stað, sko. Þannig það dettur alltaf svakalega niður þáttakan í því. Takk fyrir. Fleiri spurningar? Kristján? Já, ég var að pæla með þetta háa hlutfall í borgarbyggð. Má ekki áætla að þetta sé sumarhúsabyggð, veist að fólk sé að horfa til þess að vera í sumarbústaðnum. Hvernig metið þið það? Er það ekki, Greta? Jú, ég myndi Það- halda það að þetta er dreifbýli í borgarbyggð og þetta er auðvitað svo rosalega, borgarbyggð, þetta er bara svo víðferm og mikið dreifbýli og sumarhús þar. Þannig að það er nú bara hringdi nú í mig einn sumarhúsaeigandi sem að var hlusta á mig, ég var í Bylgjunni í viðtali um niðurstöðurnar og akkurat þetta sem hann var að spá, sko, þú veist, að vildi fá að vera meira í sumbústanum og vinna meira og keyra minna, þannig að maður myndi alveg áætla það að þetta sé svolítið svoleiðis. En auðvitað hafa bæði sko Hvanneyri og sko allavega eins og Hvanneyri hefur verið að sækja í sig veðrið og fleiri svona kjarnar kannski líka. Já, minni kjarnandir. Mhm. Já, það er spurning hvort að einmitt fólk þegar að svara svona, hvort að sé ekki svolítið, því finnist sko Kleppjárnsreykir, Reykholt, mögulega Hvanneyri vera í rauninni dreifbýli, sko. Já. Það er svona, Páll já, Já, fyrirgefðu, Páll er næstur. Já, takk fyrir fína og áhugaverða kynningu og mér langaði svona að koma með spurningu og svona setja mig þá stöð að ég væri nú mögulega frambjóðandi til sveitarstjórnar á þessum tíma og myndi leita ráða hjá ykkur. Hvaða einhver ein aðgerð sem þið teljið að standa upp úr sem væri til þess fallin að fjölga óstaðbundnum störfum í sveitarfélögum? Er eitthvað sem sveitarstjórnir geta gert eða er eitthvað svona sem stendur upp úr sem þið myndu byrja á að gera ef þið ætluð að fjölga óstaðbundnum störfum? Ég skal kannski taka hann bolta allir til að byrja með. Það sem að ég sé rosa mikið tækifæri í þessu er að sko bæði þá fyrirtæki og bæði opinbera og einkageirinn móti sér stefnu. Af því að það var hátt hlutfall bæði í sko þessum opinbera og einka sem sögðu það er ekki til stefna. Það var vissulega, þú veist, aðeins munur þarna á. Og af því að sko við erum að sjá það til dæmis að sko Eimskip, Ríkisútvarpið, fjölmörg fyrirtæki er að móta sér að þetta geti verið 40% kannski sem þú getur unnið hvað sem þú vilt. Þannig að þar held ég sé rosalega mikið tækifæri
og ég til dæmis greini í innganginum rannsókn frá RHA sem að var að fjalla umferð frá Suðurlandi fyrir og eftir COVID, að það voru miklu fleiri sem voru að kæra færri daga, höfðu verið að keyra kannski 5 daga í viku á höfuðborgarsvæði vinnu en voru núna kannski bara að keyra 2. Þú veist, þannig að ég held að þar væri mikið tækifæri sem sagt í því að, og auðvitað bara auka skilning. Það rosa margir sem einhvern veginn sjá þetta fyrir sér sem eitthvað svona að þú sést aldrei í tengslum við fólk. Þannig að sem að ég meina, ég búin að vinna í 17 ára óstaðbundið og sumir bara skilja ekki hvernig þetta hægt. En þá koma líka klasarnir rosalega sterkir inn. Ég held að það sé mjög mikilvægt í þessum byggðarlögum að það að hafa vinnustað, að hafa einhvern stað sem mætir með einmitt á kaffistofu, eins og kom þarna fram, að fólk vill hafa skrifborð á kaffistofu. Og það þá félagsskapurinn. Þú þarft að hafa einhverja svona sem þú getur mætt og spjallað við fólk og haft félagsskap. Það mikilvægt, myndi ég halda. Já, svo það sem nefnt þá býr Greta á Þórshöfn og við erum 3 starfsmenn á setrinu, hún á Þórshöfn, ég í Borgarnesi og svo Stefán Kalmarsson í Reykjavík. Þannig að við erum mjög væral og dreifð, en það ég finn ekki neina vandræða með samstarfið okkar á milli. Við hittumst alltaf annað slagið. Sérstaklega þegar Greta á Suðvesturhorninu og reynum við að hittast. Og þannig að hennar ferð nýtist sem best og það bara mjög gott líka á móti. Svo væri þetta líka mikið tækifæri í því. Það eru sem sagt styrkir í boði hjá Byggðastofnun fyrir sem sagt þá opinberar stofnanir til að færa að leigja skrifstofurými og koma með ferðakostnað. Og þar væri tækifæri. Ég til dæmis á ekki kost á þessu af því að Bifröst ekki opinber stofnun. Þannig ég þarf sjálf að leigja til þess mína skrifstofu sem auðvitað kannski ákveðin hindrun á einhverju leyti. Það væri til dæmis ef að þessi styrki myndi opna. Ég heyrði í Byggðastofnun að þetta eru 12 styrki sem búið að gera samninga sem sagt og eru nokkuð dreifðir landið, það meðal 2 á Vesturlandi. En þarna til dæmis held ég að væri tækifæri ef að þetta væri ekki bara opinberar stofnanir heldur fyrirtæki með höfuðstöðvar þá á höfuðborgarsvæðinu gætu nýtt þetta líka. Það sem kom mér á óvart í þessari stúdíu var svolítið það sem kom fram á síðustu glærunni eða næstsíðustu að einkageirinn eiginlega komið lengra heldur en ríkið. Það ætti nú að vera svona ætti nú að setja pressu á ríkið að aðeins að koma sér í gang og sækja fram í þessu, nýta þetta tækifæri. Og það segir mann líka ef einkageirinn komið svona langt, þá þetta greinilega spennandi og tækifæri fyrir atvinnulífið. En það má ekki heldur gleyma því að einkageirinn miklu stærri heldur en ríkisgeirinn. Þannig tækifærin eru líka þar og ekki síst þar. En það mun gerast kannski meira sjálfum sér eða svona hægt og bítandi og við getum ekki gert kröfur á einkageiranum að gera betur. En svo velti ég nú alveg fyrir mig hvort að þurfi einfaldlega að þjálfa stjórnendur í hvernig held ég síðan utan svona vinnustað og svona störf. Þannig að þau virki vel fyrir vinnustaðinn. Það kannski eitthvað sem háskólarnir þurfa að skoða. Að bæta inn í sitt stjórnunarnám. Það væri mjög áhugavert. Það væri ein leið til að virka. En Björg með spurningu eða hendina. Já, komið sæl. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð. Ég heiti Björg og bæjarstjóri Grundarfirði. Ég var eiginlega með sömu spurningu Páll og hlýta til að það sem þú varst að svara við vill bara hvað hafi komið ykkur mest á óvart en mér finnst það nú kannski vera komið fram. Tvennt sem ég var að hugleiða það það að þarna við höfum svona stundum ályktað eins og vettvangi SSV Vestlendingar til dæmis bara óstaðbundin störf og verið kannski aðeins að ýta í þessa aðgerð ríkisins sem að var búið að boða eða setja, ég man ekki hvort þetta var í byggðaáætlun eða einhvers staðar það að x mörg prósent eða ákveðin þróun myndi eiga sér stað í því að
að einhver fjöldi starfa yrði óstaðbundin og það var náttúrulega fjarri því að ríkið hefði staðið við sína eigin stefnu í þessum efnum. Mér finnst svona kannski bara eins og fólk nenni ekkert að vera að eltast við þetta í dag og kannski bara einmitt eins og þú segir við ástæðan bara svo að þetta kemur annars stað frá, það þýðir ekkert að svona, já, ég veit ekki hvað allavega svona markmiðasetning virðist ekki hafa allavega skilað sér. Svo líka eitt sem er kannski gott að minna á, að þessi könnun gerð í upphafi síðasta árs, 25, og það til dæmis sem maður horfir hérna, ef ég horfi á mitt nærsvæði, þá var lokið ljósleiðaravæðingu í þéttbýli hjá okkur sumarið 24. Á öðrum stöðum var henni ekkert lokið fyrir en kannski 25 og jafnvel ekki alveg lokið. Þannig að við erum á fleygiferð í því að bara raunverulega koma því á framfæri að það sé allt í lagi í orði núna með nettengingu og bara fjarskipta þáttinn á þessum stöðum eins og okkar. Þannig að ég velti fyrir mér einmitt hvort að fólk almennt viti það og kannski þurfum við að flagga því bara betur. En þetta breytist mjög hratt. Ég finn það til dæmis að fólkinu mínu hér, í upphafi þessa kjörtímabils voru allir rosalega uppteknir af því að vantaði ljósleiðara og við unnum vel að því að pressa á að það yrði klárað og svo þegar þetta komið þá finnst öllum eins og þetta hafi alltaf verið. Þannig að svona það. En kannski í hugum einhverja annara gæti það verið svo að fólk vissi bara ekki að þetta væri almennt komið í lag á stöðum eins og okkar. Takk, bara hugleika. Þetta akkurat eins og þú segir, þegar var spurt áðan hvað getur sveitarfélög eða pólitíkusar gert, það akkurat þetta sem Björg, þú segir að kannski þarf bara að kynna þetta betur, kannski þarf að vera bara Konda Grundarfjörð, við erum komið ljósleiðara, taktu starfið þitt með, eða kannski þarf einmitt þessa kynningu svolítið og ég held að það sé alveg, ég meina við erum með eitt fremsta tónskáld Íslands vinnandi á Akureyri, hann að semja fyrir bíómyndir í Kaliforníu, flytur þaðan, hann auðvitað svona á öðrum skala en hann samt bara vinna óstaðbundið fyrir Hollywood, þannig ef það hægt, þá algjörlega hægt að vinna starf á Grundarfirði sem að sækir sitt aðal í Reykjavík kannski. Já. Þannig að og ég meina það kom margi yfir því, ég í bankahvelfingu til dæmis, það stálklefi í gömlu sparisjóðshúsi og ég fekk að taka þátt í því til þess að byggja upp þennan klasa og við gerðum svona ákveðna þarfagreiningu akkurat þetta og þá kemur ljós að það stálklefi miðju húsi sem við getum ekki fært og við gerum stúdíu inn í stálklefanum. Þannig að hér get ég tekið upp alla mína kennslufyrirlestra og fyrir útvarpsviðtöl og það geggja hljóð og eitthvað svona. Þannig að það þarf að prómóta alls konar svona hlutum, við höfum verið að reyna að gera það, fá einhverja podcastara, þá erum við með þetta. Já. Þannig að það þarf að kynna þetta líka. Já, algjörlega, og það kemur fram í okkar tölum að reyndar eru Vestlendingar í samanburði bara nokkuð vel upplýstir möguleika. Þá erum við að tala alla Vestlendinga en það greinilega þröskuldur, þegar við spyrjum möguleika á þessari aðstöðu til að vinna óstaðbundið einhvers staðar annars staðar en heima hjá sér, þá vita menn það ekki alveg allt og víða og mest reyndar þetta á höfuðborgarsvæðinu sem kemur á óvart því að þeir eiga og já, það kannski gott í nefnið, Þóroddur Bjarnason tók aðeins eldri gögn sem hann átti og gerði svolítið ekki alveg eins og þetta en var að skoða óstaðbundin störf og möguleika þeirra og þar sem að okkar rannsóknir sköruðust að þar var hann með alveg tilsvarandi niðurstöður, þannig að það var engin mótsögn á milli okkar og hann kynnti með sína niðurstöður á Hornafirði sem sagt þar var ráðstefna sem við sóttum bæði ég og Greta og Þóroddur var þar og við vorum í sömu málstofu og það var mjög áhugavert að sjá hvað þetta hljómaði svipað á alla vegu og
og þar einmitt kemur þetta fram sem ég ætla að nefna að höfuðborgarsvæðið, það eru einhvern veginn vegna eðlis starfanna, þá eru möguleikarnir þar eiginlega mestir á öllu landinu að bjóða fólki upp og óstaðbundna starfsmöguleika. Eða skipti fyrirkomulagi, 2-3. Það mikið tækifæri því. Sem ég myndi halda að væri gríðarlegt tækifæri upp á svifryksmengun og umferðarteppur og höfuðborgarsvæðinu, jafnvel þó myndi ekki flytja það. Sko. Sigursteinn með spurningu? Já, komið sæl. Sigursteinn verkefnastjóri í menningarmála hjá SSV fyrir þau sem ekki það vita. Bara takk fyrir frábæra kynningu. Þetta mjög áhugaverð niðurstöður. Ég er kannski ekki með spurningu, meira með svona hugleiðingu, í takt við það sem við höfum verið að ræða í dag. Við kom svona stuttlega inn á það áðan. Þetta væri náttúrulega stóra ákvörðun að flytja á landsbyggðina, að flytja bara frá einu samfélagi til annars. Og það þyrfti þá einmitt að tala við, til fjölskylduna, maka og börn og svo framvegis. Og mér langaði svona að henda þetta fram og líka í sérstaklega varðandi kynningamál á tækninni, bættari nettengingar og svo framvegis, að ég held að skipti mjög miklu máli nú sem aldrei að tala upp gæði samfélagana. Það bara aðgengi að tómstundu fyrir börn og aðgengi að náttúru og svo framvegis. Og svo náttúrulega stóra emmið, menningin, hún skipti mjög miklu máli. Þannig að ég held að það sé líka bara að fara að vera verður örugglega auknari samkeppni bara eða gæði staða og samfélaga, og það kannski eitthvað sem við þyrftum að hafa núna í huga þegar þetta bara framundan. Við erum búin að sjá það að þetta er möguleiki og þá það bara mjög mikilvægt fyrir samfélaginu, sveitarfélög, hringir í landið að taka sína sérstöðu, vekja athygli á henni og bæta við hana. Takk fyrir. Og kannski framhald af þessu að þá ég er búin að gera til dæmis 2 vinnustofur með ungmennum og það alltaf, að þú nefnir menningu, að þá kemur alltaf þessi mýta og það ekki bíó, það ekki leikhús. Þetta ekki það sem unga fólk að biðja. Þau vilja meiri íþróttir og fleiri göngustíga og meiri ruslatunnur og það alls konar svona. Ég er búin að gera bæði í Þingeyjarsýslunum og svo var ég í Vesturbyggð daginn og menningin ekkert, við erum búin að festa okkur í einhver umræðu einhver svona klassíska að þurfa að hafa bíó og allt þetta, þegar að reyndin kannski allt önnur með menningu í dreifðum byggðum. En ég alveg sammála þessu að það þarf akkurat þetta með gæði búsettunar og maður heyrir þetta alveg stundum, ég hlusta mikið útvarp, maður heyrir alveg stundum eitt og eitt sveitarfélag og ég meina Stöðvarfjörður búin að vera markaðssetja sig núna og segir bara komdu til okkar vantar fjölskyldur og það geggja að búa hérna og hægur taktur og þannig að já, það þarf að selja sig kannski bara meira. Já. Og við fyrst að nefna Stöðvarfjörðinn, fyrir ekki að ég grípi fram í að þar hefur verið gríðarlega mikil uppbygging á listum undanfarið. Þannig að ég held að það haldist í hendur gæði samfélaga og þannig að það þarf að knéfylgja kviði, að fólk vilji búa á samfélagunum og ég held að Stöðvarfjörður sé frábært dæmi gríðarlega vöxt í þeim efnum. Og að markaðssetja sig, Jú, ég svo sem búin að tala nógu þannig, en þetta alveg rétt, menningin skiptir unga fólki líka máli en þau eru kannski einmitt eins og Greta nefnir og við þurfum kannski einmitt að skoða betur hvað þau eru að biðja aðeins aðra hluti heldur en fólk sem á mínum aldri. Hvað menning í þeirra huga og þar geturðu sagt okkur meira, kannski eitthvað aðeins meira það, Greta? Hvað sér, ertu með fleiri dæmi hvað unga fólkið sér sem menningu? Já, ekki kannski beint sem menningu, en af því ég var að spyrja unga fólki hvað togkraftur samfélagina, hvað fær þig til að líða vel og hvað finnst þið gott við samfélagin og svo aftur hvað ýtiafl. Hvað ýtir þér, hvað það við samfélagum, það þarf að útskýra svona pínu hátt fyrir þau líka. Hvað það sem fær þig svona, hvað neikvætt samfélaginu, eitthvað svona. Auðvitað voru oft sömu þættirnir sem komu sem togkraftur og ýtiafl. Það þetta náið samfélag, þá þekkir alla. Þetta kom oft bæði sem jákvætt og neikvætt, sem mjög eðlilegt og þeim finnst svona þrengt að sér að það sé allir einhvern veginn að skipta sér að öllu og eitthvað svona. En það sem var líka rosa mikið að það var í IT-aflinu, það sem þeim fannst vanta, það voru alltaf íþróttir. Í Vesturbyggð erum við með fjölkjarnasveitarfélag, þetta eru svona 3 kannski svona kjarnar og svo Barðaströnd, það eru 4 heimastjórnir
og þar var til dæmis verið að taka rútuferðir á milli samfélagana núna 1. mars. Bara Vegagerðin ákvað bara að það ekki lengur rútuferð á milli Bíldudals, Þálknaferðar og Patreksfjarðar. Og þetta voru ungu krakkarnir að ræða því að þau sækja til Patreksfjarðar í félagsmiðstöð eða í íþróttir með þessum rútuferðum. Og þetta var eitthvað sem var bara tekið af fjárframlagi og sveitarfélagi í rauninni ekki kannski í stakk búið til að kosta þetta algjörlega. Þannig að þau eru svona meira að hugsa bara svona þessi einföldu hluti, það félagsmiðstöð og það íþróttir og svo bara þau líka bara að hugsa að samfélögin séu snyrtileg og svo bara að það sé körfuboltakarfa einhvers staðar, þú veist. Þannig að þetta ekkert alltaf, jú, svo reynda vildu KFC líka, það kannski útfærsluatriði. En þetta ekkert alltaf eitthvað svona, þau ekkert að biðja allan heiminn, sko. Þau ekkert að biðja að koma í bíó eða leikhús, þau bara hafa svona einfaldari væntingar og vonir, finnst mér. Ok. Eru fleiri spurningar? Já. Kannski Já, Páll. Palli. Já, mér langaði bara örlítið til að koma inn í þessa umræðum aðdráttaraflið og tengja hana inn í akkurat það sem þið hafi verið að gera varðandi óstaðbundnu störfin, að ég hef einmitt séð í rannsóknum hjá Nordreki og að þar talað að ein besta leið til að auka aðdráttarafl samfélaga einmitt að bjóða upp á samvinnurými eða vinnustaðaklassa. Þannig að eins og ég segi, það skiptir miklu máli þegar þú ert að laða fólk að, þannig ég held að, og það sé eitthvað sem þið sýndu fram á í ykkar rannsóknar, það skiptir máli. Það getur komið í veg fyrir þessa félagslega einangrun sem verður þegar fólk situr bara við borðið heima hjá sér. Þannig að ég held að sé mikilvægt að það sé slík aðstæði í flestum eða öllum sveitarfélögum. Þetta nú bara að nefna þetta. Já, og það skiptir auðvitað líka miklu máli að hún sé á viðráðanlegu verði. Að það auðvitað rosalega erfitt að koma svo kannski einkafyrirtæki sem að sko verðleggja skrifstofurýmin miklu hærra og ef það komið einkafyrirtæki þá sveitarfélögin ekki að gera þetta á móti. Ég að leigja í samvinnurými sem á vegum sveitarfélags og þar alveg leigan kannski hófleg. Það ekki hagnaðardrifið í þessu í rauninni, það bara verið að reyna að skapa kjarna og við erum með snyrtistofu, lögreglan með eina skrifstofu, ég Háskólanum Bifröst, svo þekkinganettið og svo núna reynda skólinn með skólastjóraskrifstofu, þannig að þetta miklu málum, það svo annað. En þessi kjarna skipta rosalega miklu máli og það hefur verið lagt mikið upp úr því og ég meina það komið frábær kjarni núna á Raufarhöfn. Ég sá að Nanna Steina á línunni og hún að vinna í svona kjarna á Raufarhöfn. Við erum komið aðstöðu Bakkafirði. Og þetta skiptir bara miklu máli að hafa vinnustað í rauninni til að mæta á. Já, ég vildi bæta kannski við það sem þessa spurningu hjá Páli hvernig getur menn sótt fram með ná opinberum störfum. Það sem kom mér aðeins á óvart að ég sá þegar við vorum að vinna þessa rannsókn, þá sá ég aðeins þennan möguleika að ef ríkið vill í rauninni fara þessa leið til þess að stuðla að fjölgun opinberra starfa allt land og þá eiginlega einfaldara og einfaldast að gera bara samninga við núverandi starfsfólk að vinna aðeins meira óstöðbundið eða í samræmi við þeirra óskir og skilning á hvernig það gert, heldur en endilega að auglýsa störfin sérstaklega sem óstaðbundin og vera alltaf að hugsa ný störf að þau geti einhvern veginn orðið óstaðbundin. Það skjótvirkari leið að gera bara samninga við núverandi starfsmenn og eins og við þekkjum síðan líka að flytja heilu stofnanirnar, það líka miklu þyngri prósess og hann virkar hægar. Þannig ég myndi svona reyna að ég væri í sveitarstjórnarmálum og þessum atvinnuþróunarmálum sem ég að hluta náttúrulega, að þá myndi ég reyna svona lobbyjara fyrir því að menn færu þá leiðina frekar heldur en að hugsa alltaf heilu stofnanirnar eða heilu nýju störfin sem óstaðbundin. Tala bara núverandi starfsmenn, hvaða hugmyndir hefur, hvaða óskir hefur. Segja þetta sé möguleiki, þá þarf fólk auðvitað að vera með sveigjanleika. Það náttúrulega, þú segir ekkert upp fólki og býr til nýr störf, það tækifæri liggja svolítið í akkurat þessu að
segja mögulega við núverandi starfsfólk, þetta er möguleiki. Og ég meina, þú veist, það er eitt starf hérna á Þórshöfn sem er símaver fyrir nokkur fyrirtæki í Reykjavík og viðkomandi sko fékk tímabundi að flytja það með sér og þurfti svo að fara aftur Reykjavíkur. Svo endaði með, hún sagði bara upp í Reykjavík og sagði, ég ætla að búa á Þórshöfn. Og þá allt í hennu gátu þeir haft á óstafskýru. Þá gátu hún tekið það með sér af því hún sagði bara upp starfinu og sagði, ég ætla að búa þarna. Og þá allt í hennu nei, þetta er víst alveg hægt sko. Það er hægt að svara í síman á Þórshöfn alveg svo í Reykjavík sko. Þannig að það til dæmis er símaver hérna fyrir, þetta er nokkur svona sem eru svona saman símaver og því ég svara hér á Þórshöfn sko, fyrir running og eitthvað fleira, ég man ekki alveg hvaða fyrirtæki er í því sko. Þannig að hérna, það var hægt þegar hún sagði bara, nei þetta er svona, ég ætla að fara og þá gátu þau allt í hennu boðið upp á þetta. Þau vildi ekki missa starfsmanninn sko. Nei. Já, það stýttist í annan endan, eru kannski ein spurning að lokum ef það er einhver? Eða athugasemd eða innlegg? Verða fullrætt. Er það ekki, í bili? En þetta allavega skýrslan okkar er á vefnum, hérna þið farið inn á Háskólann Bifröst og svo er hún ekki komin inn á SSVAF líka? Jú. Já, að þá er þetta undir rannsóknarsetur í byggða- og sveitarstjórnarmálum, það er hægt að finna hana. Svo fyrir við að kynna þetta betur á ráðstefnum og fleiru. Já, og ég kannski nefni það líka, við erum ekki búin að vinna með þessi gögn sko. Við eigum eftir að kafa betur í þau og rýna þau og mögulega það er ætlunin að reyna að birta meira upp úr þessu, þannig við fáum svona aðeins dýpri skilning á þessu viðfangsefni. Þannig að þið heyri frá okkur þegar það gerist. Það voru líka þarna í restina voru líka jafnréttisspurningar sem ég á eftir að vinna úr. Það sem við getum borið saman sem sagt jafnrétti og viðhorf til jafnréttismála í mismunandi stærðum af byggðarlögum. Þannig að það er mjög spennandi að geta farið að bera það saman eða ég fekk að pota þarna inn 3 spurningum í restina. 3. vaktina og eitthvað svona fleira sem mjög gaman. Og ég hef aðeins verið að kynna það líka og á eftir að það er næsta verkefni hjá mér núna þegar þetta er búið að fara ég að vinna úr þeim spurningum viðhorfum til jafnréttismála og bera það saman eftir stærri sveitarfélaga og fjölmenni svona skipti þéttbýlis upp í fjölda búsettra og ber saman viðhorfin. Það verður næst. Það verður kynnt í haust. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að koma á fund og hlusta og skemmtilegar umræður og spurningar. Og kveða sinni. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk. Sjá.